Já, komið í sæl og hjartalega velkomin á þennan opna fund ADHD-samtakana. Biðlistar eða besta land í heimi, kjósum ADHD yfirskriftin hér í dag. Ég heitir Hannar Arnarsson og framkvæmdastjóri ADHD-samtakana og hér í dag höfum við fengið formann samtakana og formann Sálfræðingafélags Íslands til þess að ávarpa okkur og fyrir fundinn þá höfðum við samband við alla stjórnmálaflokkana sem að bjóða fram til Alþingis og buðum að senda okkur svör við 4 áleitnum verkefnum samtakana sem eru hér upp á veggnum, eyða biðlistum eftir greiningum og meðferð, tryggja greiðan aðgang að meðferðarúrræðum allt land, tryggja ókeypis greiningar á almenna greiðsluþátttöku vegna meðferðarúrræða, sálfræðing og geðlækna og stórauka fræðslu ADHD, aðrar raskanir og fötlun í skyldunámi kennara. Þetta er eina helstu baráttumálum ADHD-samtakan í dag og við vildum heyra hvernig stjórnmálaflokkarnir vilja nálgast þessi mál á næsta kjörtímabili. Og við höfum fengið skrifleg svör frá mörgum flokkana og þátttöku 8 þeirra hér í dag og fyrir það eru afskaplega þakklátt og spennt að heyra hvernig þið ætlið að leggja línuna næstu árin, hvort að við viljum stefna besta landi í heimi eða áframhaldandi biðlista. Og áður en og við í rauninni bara okkur ekkert af aðbúnaði að halda áfram, þannig að ég býð formann ADHD-samtakana, Vilhjálm Hjálmarsson, að ávarpa okkur. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Sjá, eitthvað tæknilegst ég með neini. Ég heiti Vilhjálmur. Ég einstaklingur með ADHD. Það ekkert að mér. Það vill bara svo til minn heili, hann virkar svona, en ekki hinsegin. Fyrir 2 áratugum þá var ég svo ljónheppinn að heimilislæknirinn gafst upp á að reyna fleiri þunglyndislyf. Kom ég til geðlæknis og þaðan gekk ég út með greiningu í vasanum. Ég var líka svo heppinn að hafa aðgengi að þessum geðlækni og sálfræðingi og hafa efni á að borga þetta. En það eru 20 ár síðan. Fyrir einstakling með ADHD getur greining og meðferð breytt öllu. Nám, vinna, félagsleg tengsl, vímuefnanotkun eða bara fíkn af hvaða tagi sem sambönd, heimilislíf, geðheilsa, almennt heilbrigði, sjálfsög lífsgæði sem geta hæglega ráðist af hversu fljótt fólk með ADHD fær greiningu og í framhaldi viðunandi meðferð. En í dag blasir hins vegar við fullorðnum einstaklingi með ADHD svo ískalda staðreynd að þurfa að bíða jafnvel í 3 ár eftir þessari lífsnauðsynlegu þjónustu og börnum í alltaf 2 ár. Á meðan lífið í biðstöðu og flest getur síið á ógæfuliðina. Í þessu felst mikill kostnaður, andlegur, félagslegur, hagræn, fyrir einstaklingin, fyrir aðstandendurnar og samfélagið í heild. Finnst einhverjum ásættanlegt að búa í samfélagi þar sem að bíða eftir greiningu og meðferð talin í árum en ekki vikum og kannski örfáum mánuðum? Þessu ástandi verður og má auðveldlega breyta. Þetta er spurningu val. Þetta snýst stefnu og efndir þeirra sem að setja kúrsinn, hvort heldur á Alþingi eða á sveitarstjórnarstiginu. Á síðasta ári samþykkti Alþingi að fella sálfræðiþjónustu undir almenna kostnaðarþátttöku sjúkratrygginga. Það er vel, en heldur finnst mér rýrt efndir. Í miðjum heimsfaraldri tilkynnir ráðherra fjármála að ekki kæmi til greina að heilbrigðiskerfið fengi aukið fjármagn í þennan lið. Og korter í kosningar tilkynnir þó heilbrigðisráðherra að einhverjar krónur verði settar í afmarkað tilraunaverkefni. Annað ég bara ræða svona fram til kosningar. Skyldi það eitthvað undra að í vikunni berist ákall frá SÍF aukna sálfræðiþjónustu í framhaldsskólum. Enda þörfin bætt aðgengi og greiningu og meðferð hreint ekkert bundin með þann hóp sem ADHD-samtökin standa fyrir. Í ofanálag hefur lengi ofað yfir skortur á geðlæknum, fjöldi starfandi geðlækna að komast á aldur og nýliðun allt of hæg. Vandinn semst ekki nýtilkominn. Vissulega tilkynnti ég 2 sitjandi ráðherra hérna áðan,
en núverandi ástand má rekja 1 til 2 áratugi aftur í tímann og ég geti jafnvel fært rök fyrir því að þetta nái ennþá lengra aftur. Enn og aftur þá ætla ég að ítreka að þetta er spurning val. Ég vil betra samfélag án endalausa biðlista, samfélag sem styður alla til betra lífs, óháð ADHD eða hverju öðru sem tilheyrir heilbrigðri lífsflóru. Mitt hlutverk sem almenns kjósanda er að velja fulltrúa og þá sem ég trúi og treysti til verksins. Og hér stend ég ekkert einn, heldur í nafni allra einstaklinga með ADHD og aðstandanda þeirra. Þessi hópur kjósenda telur eitthvað á 300.000. Ég geti jafnvel hæglega talað sem fulltrúi í heilbrigðis- og ÖBÍ. Þar eru mörg félög sem að þurfa svipaða þjónustu. Eða geðhjálp eða svo sem hvaða önnur hagsmunasamtök hvers skjólstæðingar þurfa svipaða þjónustu. Þetta eru tugir þúsunda Íslendinga sem ræðir og geta ráðið miklu í komandi kosningum. Ágætu frambjóðendur, ég bið ykkur skemmstra orða að sleppa því að karpa fortíðina. Þessi stað vil ég mun frekar að heyra hvað þið leggið til varðandi fyrrnefnd mál. Þið hafið þessa punkta hérna og ég spyr einfaldlega, hver er stefna ykkar flokks, hverju viljið þið breyta og hvernig, ef þið náið kjöri? Skýrt og skorinorð, þakka þér fyrir, Vilhjálmur, og þá ætla ég að biðja Tryggva Guðjón Ingason, sem er formaður Sálfræðingafélags Íslands, að segja nokkur orð. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Kæru fundargestir, nær og fjær, Tryggvi Guðjón Ingason heiti ég og er formaður Sálfræðingafélags Íslands. Fyrst langar mér að þakka ADHD-samtökunum fyrir að fá að taka til máls og vera með á þessum degi. En ég ætla að segja nokkur orðvarðandi aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Þá helst sálfræðiþjónustu gagnvart fyrir börn og fullorðna með ADHD eða hafa grunum ADHD. Og til að fólk skilji hvernig staðan er varðandi þjónustuna, ætla ég að segja ykkur aðeins hvernig ferlið gengur fyrir sig frá því að grunur vaknar hugsanlegt ADHD og þar til að greiningaferlinu lýkur. Ég ætla aðalega að tala börnin okkar, þar sem heildarferlið fyrir þau og fjölskyldur þeirra er bæði flókið og langt. Oft vakna fyrst áhyggjur í grunnskóla þegar barnið fer að sinna bóklegu námi. Það getur birst með erfiðleikum vegna samskipta eða námslegra erfiðleika. En þegar grunur vaknar að barn gæti verið með ADHD fer yfirleitt af stað að vinna innan skóla og nærumhverfi barnsins. Fyrst. Ef þörf er á frekari þjónustu er næsta skref oftast sérfræðiþjónusta á skóla sem sveitarfélögin halda utan um. Þarna kemur fyrsti biðlistinn. Biðlisti eftir þessari þjónustu er mislangur á milli sveitarfélaga. Allt frá því að vera nokkrar vikur upp í marga mánuði og jafnvel ár. Að biðinni lokinni fer ferlastað, oftast að hendi sálfræðings, svokallað frumgreiningaferli sem metur einkenni og vanda barnsins. Ef ástæða er til, er börnunum svo vísað áfram til frekari athugunar hjá stofnun ríkisins. Biðlisti númer 2. Síðast ég vissi þá var biðtími á þroska- og hegðunarstöð sem tekur flest ADHD mál hjá börnum 12 til 24 mánuðir. Svo það er ekki óalgengt að barn sem fer í greiningaferli vegna gruns ADHD sé búið að bíða á biðlistum í 2 til 3 ár. Stoppum aðeins hérna. Reynum að setja okkur í spor þess barns. 3 ár á biðlistum. Það er gríðarlega langur tími fyrir barn. Ég man að minnsta að þegar ég var barn, þá var 1 ár heil eilífð. Setjum þetta í annað samhengi. 3 ár fyrir 10 ára gamalt barn er 30% af líftíma þess. Það er ansi stór hluti af lífi þess.
En hvað síðan að gerast á meðan barnið bíður? Stundum boðið upp á þjónustu fyrir barnið og foreldra í formi fræðslu og aðlunar og umhverfis þess. Ef vel tekst til hefur biðtíminn ekki mikil áhrif, en fyrir sum börn það ekki þannig. Á meðan að barnið bíður hætta á að vandi barnsins verði alvarlegri. Barnið getur lent í auknum vanda með nám og félagsleg tengsl, sem hefur svo bein áhrif á sjálfstraust þess. 3 ára biðtími eftir þjónustu og meðferð sem getur skipt sköpum fyrir framhaldið í lífið þess. Þetta í lagi? Nei, þetta ekki í lagi. Hjá fullorðnum sama sagan, 3 ára biðtími eftir þjónustu ADHD-teymis á Landspítalanum. Og ef þörf á lyfjameðferð svo aftur þó nokkuð bið eftir aðkomu geðlæknis. Það margt sem getur gerst í lífi fólks á 3 árum. Ómeðhandlaður ADHD getur haft mikil áhrif, sambönd og atvinnu. Þegar fólk leitar sér aðstoðar á fullorðinsaldri það yfirleitt búið að reyna ýmislegt til að fá hjálp og lífið oft komið í hnút. Fólk getur ekki beðið í 3 ár eftir þjónustu. Sjálfstætt starfandi sálfræðingar sinna þessari þjónustu, það greiningum, ráðgjöf og stuðningi við börn, fullorðna og fjölskyldur þeirra. En sú þjónustu eingöngu fyrir þá sem geta borgað fyrir hana. Það hefur nefnilega ekki enn verið nægilegt fjármagn sett í innleiðingu laga niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu. Og ég segi bara, kæru stjórnmálamenn og konur, ekki kominn tími til að taka þessa ákvörðun. Ykkar valdið. Gerum þjónustu að ADHD og annarri geðheilbrigðisþjónustu hærra undir höfði. Þetta ekki flókið. Þetta bara pólitísk ákvörðun. Takk fyrir mig. Þetta bara pólitísk ákvörðun og til þess erum við hér komin með fulltrúa allar frambjóða, þannig að okkur hlakkar til að heyra hvað þau segja og hversu megum vænta á komandi kjörtímabili. Ég kalli ykkur bara hér upp í ákveðinni slembiröð og bið ykkur að koma bara hér upp og skýra frá ykkar stefnu í þessum málum og horfa þá sérstaklega til þessara 4 spurninga. Og bið ykkur að halda tímamörk eins og kostur Þetta eru 3 til 5 mínútur sem hver og einn hefur. Þannig að þá höfum við vonandi eitthvað smá tíma í umræður að lokin. Þannig að ég ætla ekki að lengja þetta frekar og kalla hér upp fulltrúa Miðflokksins sem Brynjólfur Þorkell Brynjólfsson og hann skipar 3. sæti í Suðvestrinu. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Já, eins og þið vitið þá heiti ég Brynjólfur Þorkell Brynjólfsson og skipa 3. sæti í Grafanum. Þetta mitt fyrsta framboð, þannig að ég svona að læra þetta að koma og standa fyrir framan fólki fyrir framan fólk og að kynna mig og segja mína stefnu og allt það. En kannski ég fái rétt að segja svolítið bara mína reynslu á menntamálakerfinu. Ég 20 og ekkert svo langt sem ég kláraði grunnskólanámið og ennþá í menntaskóla. En mín reynsla á menntamálakerfinu sú að mér finnst kerfið þurfa að vera einhvern veginn, mér finnst ég þurfa miklu meira sem einstaklingur að þurfa að aðlagast kerfinu heldur en að kerfið aðlagast mér. Mér finnst ekki vera boðið nógu mikið upp á fjölbreytileika. Ég greindur lesblindur, fór ekki í fleiri greiningar heldur en það því að móðir mín fannst ekki þurfa á því að halda að ég þyrfti fleiri greiningar að halda þar sem að það myndi nú bara kannski ekki gera betur fyrir mér því ég þarf hvort sem að komast í gegnum kerfið eins og hverju annar. En það sem að ég upplifði var mikið af íslensku tímum sem að ég þurfti að sitja, hafði engan áhuga að læra ljóð eða neitt, hafði ekki athygli og þar af leiðandi hefði ég kannski betur átt að vera einhvers staðar annars staðar líkt á smíði eða eitthvað annað. En það var bara ekki í boði. Það var ekki í boði að fá aukna
aukna menntun eitthvað annað. Það var bara þessi staðlar sem að ríki býður upp á. Við í Miðflokknum, við teljum það að þessir biðlistar sem eru upp á með greiningu, við teljum það vera kostnaða meira að þessi biðlistar séu til staðar, þar sem að við teljum að ekki sé tekið inn í reikningin félagslegi vandinn sem getur verið kostnaða meiri. Við teljum því að okkur finnst ekki vera að leggja eða framlag til skólana finnst okkur ekki vera nægilega mikið þar sem að greiningarnar eiga sér stað. Við teljum því að skólandi þurfi á meira fjármagni að halda svo að sé hægt að hafa sálfræðinga og geðlækna til þess að greina þessar bara röskun eða já. En í stefnu flokksins erum við með við erum með í stefnu flokksins kerfi sem þetta heitir Ísland allt og þar tökum við fram að það á ekki að skipta máli hvar við búum á landinu. Það á að vera aðgengi að heilbrigðiskerfi og menntamálakerfi líkt og alls staðar annars staðar og við eigum ekki að telja það að vera mismunur þar á milli. Já, þannig að þetta algjörlega í anda stefnu flokksins og já, við teljum á að þetta þurfi að laga. Takk fyrir mig. Takk fyrir það. Miðflokkurinn hefur líka sendt okkur skrifleg svör sem við munum vinna úr í framhaldinu og rökkum efndir. Næst María Rut Kristinsdóttir sem skipar 3. sæti Viðreisnar í Reykjavík Suður. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl og takk fyrir boðið. Við í Viðreisn erum einfaldlega bara með þá línu að það þurfa að þjónustuvæða þetta kerfi. Við höfum að tryggja þjónustuna fyrst og fremst og ríkið á að tryggja sterkt opinbert heilbrigðiskerfi sem býður ekki upp á þessa biðlista sem því miður blasa við eins og við höfum heyrt hérna í dag. Ég þekki það sjálf, ég hef farið í gegnum þetta kerfi með barnið mitt. Þannig að ég veit hvernig þessi bið og ég veit hvað það þýðir að horfa upp á barnið sitt, fara í gegnum 1., 2. og 3. bekk án þess að fá stuðning. Og ég veit líka hversu miklu máli það skiptir eftir að greiningin kemur að fá þennan stuðning. En maður grætur svolítið þennan tíma sem að maður misti og hann misti í sínum félagslegu tengslum og við höfum bara verið að vinda ofan á því. Þannig ég veit bara hversu ótrúlega mikilvæg barátta ykkar og þakka fyrir hana. En Viðreisn hefur líka barist fyrir því að tryggja aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Við lögðum fram frumvarpið á Alþingi á sínum tíma og höfum síðan 30. júní 2020 barist fyrir því að þetta sé fjármagnað. Og mér finnst eiginlega pínu skammalegt að það hafi ekki tekist, en það því miður ekki á okkar borði, ekki ennþá. Og það skiptir óbærslega miklu máli að við náum utan þetta, að við tryggjum þetta aðgengi, að við grípum börnin snemma. Þetta snýst snemmtaka íhlutun, að við náum að grípa einstaklingana strax og viðurkenna ADHD alveg komplett. Við þurfum að viðurkenna þetta. Þetta ekki eitthvað sem bara lagast eða þú læknast af. Þetta eitthvað sem þú lifir með. Og aðgengi að hjálp bara lykilatriði. Það þarf, og ég staldra við þetta þessa pólitísku ákvörðun. Þetta svo rétt. Það pólitísk ákvörðun að gera ekkert í þessum málum. Og það á ekki að vera einhver menning að það kemur upp einhver grunur og þá fyrsta sem maður fær í andlitið bara þú þarft að búa undir smá bið. Og það ekkert smá bið, það rosaleg bið.
Það er pólitísk ákvörðun að laga það ekki og það yrði eitt af forgangsmálum Viðreisnar að fara í það að tryggja þessa þjónustu. Og það er aftur pólitísk ákvörðun að setja fjármagn á rétta staði. Það er ákveðin flokkur sem að stýrir svolítið fjármálunum í þessu landi sem að allan frá því ég man eftir mér hefur ekki stýrt velferðarráðuneytinu. Og ég held að það væri ágætt að prófa það. Eða ég veit það ekki. en þú veist, þetta snýst að hafa pólitískan áhuga á velferðarmálum. Setja velferðarmál á oddinn og tryggja að þessi þjónusta sé í boði. Þannig að það er alveg absolutt eitthvað sem við stöndum fyrir. Þakkir fyrir þetta. Sérstaklega ánægð með hvað þið haldið tímamörkin vel. Svo ég tjá mér ekkert svörin strax að minnsta kosti. Næstur á sviði fulltrúi Framsóknarflokksins. Það er Aðalsteinn Haukur Sverrisson og hann skipar annað sætið í Reykjavík suður. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl og takk fyrir boðið. Aðalsteinn Haukur Sverrisson heiti ég. Ég ætla aðeins að fá að segja smá sögu. Ég greindur með athyglisbrest og það gerðist fyrir 4 árum síðan. Sem kannski ekki það sem að við höfum upplegað í fjölskyldunum okkar. Mestu svona sögu raunir í þessum málaflokki því að sonur minn greindur með ofvirkni og ódæmigerða einhverfu. Þannig að ég þekki þetta málefni mjög vel og biðtímana. Þannig að þegar hann fór í gegnum sinn leikskóla þá vöknuðu fyrst grunur upp hans svona erfiðleika sem endaði því að við fórum náttúrulega og byrjuðum í þessu opinbera kerfi og það gekk ekki vel. Það endaði með því út af því að við erum svo heppilega að eiga ráð fyrir því að við fórum með hann í sérgreiningu. Það kostaði mikla peninga. Kannski það sem að ég náttúrulega bara sammála öllu því sem stendur hérna upp á borði. Þetta þarf að gera. Eitthvað að þessu komið í farvegi hjá okkar ágæta barna og velferðarráðherra, félagsmálaráðherra fyrir ekki. Þannig að það hefur verið talað og verið að setja í gagnið sem sagt snemmtæka íhlutun þar sem að sérfræðingur rauninni allir hagsmunaaðilar, hvort sem það barnið, skólinn, foreldrarnir geta bara vakið athygli á mögulegan einstakling og þar hefst eitthvað ferli. Hann baði mig líka sérstaklega að tala það núna í stefnuskránni sem við erum að vinna fyrir komandi kosningar að koma á svona kerfi þar sem að stytting biðtíma væri hægt að leysa með því að koma með ákveðna þjónustutryggingu. Það þýðir það að innan ákveðins tímaramma sem að viðkomandi barn hefur ekki fengið úrlausn sinna mála að þá getur forráðamaðurinn, foreldrarnir sem sagt sótt þetta og farið þá inn í sérfræði sem sagt sviðið og leita sér aðstoðar út fyrir opinbera kerfið þar sem að biðtíminn bara búin að ágerast. Og ég held að þetta væri bara mjög fínt skref. Ég hefði viljað sjálfur að þetta hefði verið í boði á sínum tíma þegar við leituðum lausna fyrir son minn. En ég vil líka kannski aðeins fá að tala bara svona almennt líka menntakerfi. Við þurfum að hafa fleiri heldur en bara lausnir á greiningunum og mögulega, þú veist, hvað segir maður, lyfjagjafir, eitthvað slíkt. Við þurfum að hafa breiða nálgun. Sonur minn tekur lyf, hann gæti ekki starfað án þeirra í skólanum. Hann í venjulegu borgarkerfisskóla, þannig að hann getur verið þar, en hann gæti ekki verið án þeirra. En það sem við fundum fyrir svo miklum breytingum þegar við settum hann inn í rafíþróttadeild, því að hann hefur ekki áhuga á svona hefðbundnum íþróttum og mörg þessara barna sem eru með þessa greininga hafa ekki endilega áhuga á hefðbundnum íþróttum. Það bara að vera svolítið opinn fyrir því að skoða alla möguleika
og vera bara með svolítið breiða línu í því hvernig við viljum nálgast þetta vandamál, því að þetta er stórt vandamál. Eitt af lokum sem ég vil bara minnast á, þetta er bundi líka reynslunni sem við höfum upplifað þegar hann fór úr hjallastefnunni, sem og bara svo ég minnist á það, sem svolítið var mjög gott umhverfi fyrir hann, út af því að þar var verið að nálgast hann sem einstakling, og við þurfum svolítið að stefna því bara í almennt yfir að fara að nálgast okkar börn í skólakerfinu sem einstakan skjólstæðing, í staðinn fyrir að vera að fitta þau inn í einhvern kassa. Að við fórum alla borg í okkar svona nálægar umhverfi og heimsóttum Langholtsskóla og Breið og Rétt ekki Rétt og reyndar á þeim tíma, Fossvogsskóla, Hvassó og svona. Það er rosalega misjafnt hvað þessi skólar eru vel undirbúnir fyrir því að taka á móti þessum börnum. Og ástæðan fyrir því að er misjafnt er að það vantar einhvers konar bara plan. Því að þetta er yfirleitt að gerast á skólastjórnendalevelið hversu öflugir þessi skólar eru að taka á móti þessum börnum. Og mér finnst að í því samhengi að það á að nýta reynslu þeirra sem hefur náð að takast að gera þetta vel í skólakerfinu og færa það heilt yfir og reyna að búa til einhverja stefnu í þessum málum. Ég þakka annars fyrir tíman og bara takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Næst á svið fulltrúi VG, Hólmfríður Árnadóttir sem oddviti í Suðurkjördæmi og vil nota tækifæri að þakka henni fyrir greinina sem hún skrifaði ADHD einmitt í dag. En gjörðu svo vel. Já, komið sæl og takk fyrir gott boð sem ég heimtaði að fá að þiggja af sérstökum áhuga fyrir þessu málaflokki. En svo ég byrja á stefnu okkar, Vinstri grænna, þá segir í okkar velferðarstefnu að við viljum hafa batahugmyndafræði að leiðarljósi í allri geðheilbrigðisþjónustu og það er að byggja á styrkleikum og samráði við einstaklingin til að stuðla að sjálfsábyrgð og valdeflingu. Við leggjum einnig áherslu á að heilbrigðisþjónusta sé gjaldfrjáls. Við viljum efla ráðgjöf og aðkomu félagsráðgjafa og sálfræðinga í skólum til að tryggja og styðja geðheilsu barna og ungmenna á fjölbreyttan hátt. Það þarf að bregðast sem fyrst við og aðstoða á einstaklingsmiðaðan hátt til að koma í veg fyrir alvarlegan vanda síðar á lífsleiðinni. Og við þurfum að halda áfram að byggja upp geðheilbrigðisþjónustu land allt. Það sem hefur verið gert á tíð VG í stjórnarráði, það er að komugjöld á heilsugæslu hafa verið lækkuð. Sálfræðingum á heilsugæslum hefur verið fjölgað og nýlega ráðstafaði heilbrigðisráðherra meira en 100 milljónum króna til að efla geðheilbrigðisþjónustu við börn og ungt fólk. Og svo ég nefni nokkur dæmi það sem hefur verið gert líka. Minni verkefni eru eins og námskeið í félagsfærni hjá BUGL, fjölgun greiningaviðtala og stytta bið eftir greiningu, aðgerðir til að stytta bið eftir þjónustu þunglyndis og kvíðateymis og það kemur nú gjarnan ADHD börnum vel og ungmennum, efla þjónustu átröskunarteymis og áfallateymis. En verkefni næsta kjörtímabils er vissulega að draga áfram úr kostnaðar hluta foreldra og fjölskyldna og það er gríðarlegt réttlætismál. Og efla geðheilbrigðisþjónustuna land allt því að við viljum þjónustuna í heimabyggð og við eigum ekki að þurfa að sækja langt eftir geðheilbrigðisþjónustu frekar en annarri heilbrigðisþjónustu. Og þessi vinna er hafin í heilbrigðisráðuneytinu og mikilvægt að hún haldi áfram. Það er mikilvægt að halda áfram að efla heilsugæsluna land allt þannig að hún geti í auknum mæli sinnt þessu málaflokki og að þjónustan, svo ég segi það aftur, verði í heimabyggð. Það er líka lykilatriði að efla fræðslu fyrir kennara geðheilsu, raskanir og fötlun og bara allt starfsfólk skóla og við þurfum að gera þetta til að efla starfsfólkið og bæta umhverfi nemenda. Og vissulega þarf svo líka þverfaglega samvinnu, félagsþjónustu, menntaþjónustu, heilbrigðisþjónustu því við þurfum öll að koma sterk inn og að þessum börnum sem og öllum börnum. Ekki var það fleira hjá mér.
Ég vona að ég hafi haldið tímann. Heldur betur. Og ég segi bara takk fyrir. Já, kæri þakkir. Næstur á sviðið Sósíalistaflokkurinn og það er hún Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, en hún er líka í 11. sæti hjá sósíalistum í Reykjavík, í Reykjavík allavega. Gjörðu svo vel. Sælverði, ég er í 11. sæti í Reykjavík norður og við þurfum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu. Við þurfum að setja meira fjármagn í heilbrigðisþjónustu og í þessu samhengi má nefna teymi hjá Landspítala og þroska- og hegðunarstöð sem sér greiningar barna. Nú, sjálf er ég greind með ADHD og það átti sér stað á háskólaárunum og ég hafi heyrt þessa bið sem var hjá hinu opinbera og sósíalistinn ég endaði með því að greiða sjálf. Ég var bara á þeim stað að ég þyrfti að fá hjálp og markmiðið mitt var að komast í gegnum nám og klára og þetta var orðið mjög erfitt og við eigum ekki að vera á þeim stað að fjármagn ráði því hvort að þú fáir aðstoð, að þú getur keypt þig framar í röðina til þess að fá þá hjálp sem þú þarft á að halda. Það sem við þurfum líka að gera er að efla heilsugæsluna. Heilsugæslan er oft fyrsta stopp fólks í viðtali við sinn heimilislækni og það hefur verið talað að lækka þessi komugjöld í áföngum en staðan er svo að það kostar núna 500 krónur á dagvinnutíma og það getur verið betri fyrir fólk og það er líka dýrara ef þú kemur eftir dagvinnutíma. Og svo líka, það þarf náttúrulega að minnast þess að einu sinni kostaði ekki að fara á heilsugæslu. Mér finnst mjög skemmtilegt að rifja upp, ekki rifja upp því að þetta gerist fyrir mína tíð þegar að heilbrigðisþjónusta, hún kostaði ekki svona mikið og ég var að fletta upp í gegnum tímarit.is og sá þar heilsíðu auglýsingu á blaðinu Vera og þetta var sem sagt frá 1991 og þar stendur eitthvað svona á við ert þú ekki alveg örugglega að nýta þér þjónustuna sem er á heilsugæslustöðvunum, þú sem skattgreiðandi átt rétt á því að koma og það kostar ekki neitt. Þannig að þegar við sósíalistar tölum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu sem hefur verið rekin af skattfé borgaranna, þá erum við að tala að þetta sé grunnþjónusta sem við eigum öll rétt á. Við eigum rétt á heilbrigðisþjónustu og hún þarf að vera rekin af skattfé og gjaldfrjáls. Varðandi að tryggja ókeypis greiningar og almenna greiðslu þáttöku og þá er það auðvitað að heilbrigði nær utanum miklu meira en bara það að fara til læknis. Það sálfræðingar, það lyfjakostnaður, það allir þessi þættir og þá ekki að bitna á einstaklingnum ef hann getur ekki greitt fyrir þessa þjónustu sem viðkomandi þarf á að halda. Nú, hvernig við ætlum að tryggja að þjónustan sé út all land, að þá ekki nóg að segja bara já, gjaldfrjáls þjónusta og óháð því hvar þú býrð. Það þarf líka að tala byggðastefnu í þessu samhengi og það sem við sósíalistar viljum gera er að vinda af neikvæðum áhrifum nýfrjálshyggjunnar sem hafa haft lagt áherslu á samþjöppun og skilvirkni, einhverjum svona hugmyndir sem þau trúa að mun einhvern veginn hafa jákvæð áhrif en leiða til þess að náttúrulega vald byggðanna og þar með tali heilbrigðisþjónusta í nærumhverfi að þetta bara staðan í dag og þú getur ekki sótt þér þjónustu þar sem þú býr. Þannig að við segjum valdi til byggðanna þannig að þú sért með heilbrigðisþjónustuna í þínu nærumhverfi. Nú, að stór auka fræðslu ADHD, þá náttúrulega þarf að byggja á röddum fólksins sem hefur reynsluna af því og aðstandendum þeirra og kennarar þurfa líka að hafa tíma til þess að geta sett sig inn í þessi mál. Tíma til þess að fræðast og líka að þetta sé bara svona dálítið inn í vinnu umhverfi kennara, að það sé ekki allast til þess að kennarar bara vita einhvern veginn alla þessa hluti án þess að fá
þennan tíma til þess að geta sett sig í þetta. Ég geti talað heil lengi þessi mál, en ég vona að ég hafi náð að svara þeim spurningum og svo hefum við líka sent inn skriflegt sem að er þá hægt að dreifa ef að það er viljið fyrir því. Þannig bara takk kærlega fyrir. Kæra þakkir, já, við munum sannarlega nýta svörin sem það er sendt inn í framhaldinu og vinna úr því. Þannig að takk fyrir það. En næsta á sviði er Oddný G. Harðardóttir, oddviti Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi. Hún hefur verið ötul við að kalla eftir upplýsingum stöðu mála inn á þingi, þannig að það verður fróðlegt að heyra hvernig hún ætlar að leysa þessi mál líka. Gjör svo vel. Komið sæl og blessuð og takk fyrir að fá að vera hérna með ykkur. Já, heilbrigðisráðherra svaraði fyrirspurnum mínum á dögunum biðlistana eftir greiningu hjá Þroska- og hegðunarstöð og í svarinu sem kom fram að staðan var þannig 1. júní núna í ár að 664 börn voru á biðlista, 360 höfðu bæst á biðlistan í ár en 304 höfðu verið á biðlistanum í fyrra. Og við slíka vanrækslu við börn er auðvitað ekki hægt að una. Og ástandið er ekki síst sláandi þar sem að Þroska- og hegðunarstöð heyrir undir heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þjónustan fellur því undir almennar lagalegar skilgreiningar þjónustu heilsugæslunnar. Og það þarf ekki að fara yfir það með ykkur hér að samskiptavandi getur komið upp snemma og strax við 7 til 8 ára aldurinn og sjálfsmyndin fer þá strax að skerðast og börnin verða kvíðin og reiðiköstin og mótróin fer að koma fram og þau eru skömmuð og það er refsað fyrir og vítahringurinn hefst. En það er skortur á geðlæknum hér á landi og stjórnvöld þurfa að leggjast á árarnar og finna leiðir til að fjölga þeim, hvetja til menntunar og gera það aðlaðandi fyrir íslenska geðlækna sem að starfa erlendis að koma heim. Nú sálfræðingum þarf augljóslega líka að fjölga og koma þjónustu þeirra undir sjúkratryggingar og þjónusta þeirra þarf að vera gjaldfrjáls fyrir börn. Nú Samfylkingin vill einnig að ríki og sveitarfélög fari í skipulagt samstarf forgreiningu. Þannig að það sé hægt að vinna með börn á viðeigandi hátt þrátt fyrir að formleg greining liggi ekki fyrir. Það eru 30% þeirra barna sem er á biðlista, þau eru af landsbyggðinni og við viljum fjölga markvisst möguleikum á fjarlækningum og samtölum í gegnum fjarfundabúnað fyrir landsbyggðina og slík notkun á tækni hefur sýnt sig að hún skilar árangri. Og svo að ná með niðurbiðlistunum og jafna aðgengi fólks að úrræðum og þannig að það ráði ekki efnahagur fólks kemur til greina að gera þjónustusamninga við einkaaðila sem taka að sér þessar greiningar. Ég hafði samband við foreldri í morgun sem hafði nýtt sér þjónustu hjá einkaaðila og sagðist hafa borgað 130.000 krónur fyrir. Þrátt fyrir ADHD sé viðurkennd röskun þá er enn miklir fordómar vegna þekkingarleysis eða afneitunar á vandanum og þekking kennara er almennt of lítil, leyfi ég mér að fullyrða og oft eru það foreldrar sem að fræða kennara vanda barnsins og hvað virki best. Ef hugmyndin skóla án aðgreiningar á að virka verður að bæta menntun kennara í þessum efnum og það mætti til dæmis gera með því að auka áherslu á fötlunarfræði í kennaranámi. Og það þarf að auka opinberan stuðning við grasrótina, við ADHD-samtökin, svo hægt sé að halda út í starfi þeirra allt land. Það ætti að gefa þeim kleift að ferðast landið, fara hringferð landið, heimsækja á skólana og tala við kennarana, en ekki bara við þá, heldur við alla starfsmenn skóla sem þau þurfa öll að þessari þekkingu að halda. Og sumir vilja meina það að greining og úrræði í kjölfari fyrir einstaklinga með ADHD séu dýrt fyrir ríkið
og þess vegna sé bara ekki hægt að gera neitt. En þá leggjum við það til að það verði reiknað út hver samfélagslegu kostnaður fyrir í því að grípa ekki inn í strax þegar að vandinn kemur fram. Við getum talað afbrot, við getum talað vímuefna neyslu í því sambandi. Og í svörum frá heilbrigðisráðherra við fyrirspurnum mínum kom fram að ADHD-teymi Landspítala hafi það hlutverk að sinna greiningu og meðferð ADHD fólks sem 18 ára eða eldri og að biðlista eftir greiningu þar eru 717 einstaklingar og þetta eru 3 mánaða tölur. Og á biðlista eftir meðferð hjá lækni eru 66 einstaklingar. Og það mikilvægt að sinna líka eldra fólki með ADHD og þau geta auðvitað verið að kljást við kvíða, einkenni og þunglyndis fram eftir ævinni eins og þau yngri. En ég vil bara segja að lokum þetta. Við í Samfylkingunni viljum að allir á hvaða aldri sem eigi rétt á að fá sem bestar og réttastar upplýsingar heilsufar sitt. Að öðrum kosti hefur fólk ekki forsendur til þess að haga lífi sínu á sem heilbrigðastan hátt. Og bara rétt í lokin, munum bara, ef við værum öll eins, þá væri lífið ekki skemmtilegt. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, Oddný. Næstir eru Píratar. Þar Álfheiður Eymarsdóttir, oddviti Pírata í Suðurkjördæmi. Suðurkjördæmi kemur mjög sterkt inn hér í dag. Gjörðu svo vel. Daginn. Takk fyrir boð á þennan fund og ég vildi bara byrja á því að þakka ADHD samtökunum fyrir að boða til þessa fundar og fyrir óþrjótandi vinnuframlag í gegnum tíðina við að fræða og upplýsa almenning ADHD og samhliða því að sinna hagsmunagæslu fyrir einstaklinga með ADHD á biðlistum, á leiðigreiningu, sinna hagsmunagæslu fyrir aðstandendur þeirra og stuðningi við ADHD einstaklinga og fjölskyldu þeirra. Það alveg ljóst að grunnkerfin okkar, bæði heilbrigðis, mennta og hagkerfið í heild sinni, þau hafa bara ekki fylgt með þessum gríðarlegu framförum á sviði þekkingar og skilnings á ADHD meðal annars og almennt þessar fjölbreytni okkar að við eigum öll tilveru rétt burtséð frá því hvernig við erum víruð eða hvort að við eigum við einhverjar raskanir, greiningar, skerðingar, takmarkanir, fötlun, hvað sem við viljum kalla það. En viðhorfsbreytingin hjá almenningi og viðhorfum í kjölfar þessarar þekkingar stökkbreytinga, vil ég tala og rannsókna á sviði ADHD, að það þarf bara að fara að byrja á réttum enda. Við erum einhvern veginn, við ráðum ekki við snjókomuna og öll þessi fallegu snjókorn. Þannig að hér sitjum við árið 2021 að moka okkur í gegnum snjóskafla og snjófjöll vegna vanrækslu liðinna ára á þessu sviði. Það þarf sem sagt stökkbreytingar í viðhorfum og ég held að ADHD samtökin hafi bara skilað mjög stórum skrefum í þeim viðhorfsbreytingum sem það þarf. En það þarf líka þessar grundvallar kerfisbreytingar hjá hinu opinbera á sviði menntunar, á sviði velferðarkerfisins, á sviði heilbrigðiskerfisins, vegna þess að þetta pólitísk ákvörðun. Við eigum að fjárfesta í fólki. Við Píratar, ég sem einstaklingur með ADHD, aðstandandi barna og ungmenna með ADHD, hvort sem eru greindir, forgreindir eða á leið á biðlista eða á biðlista. Við tökum því fyllilega undir kröfur samtakanna betri þjónustu, betri úrræði og fulla fjármögnun. Því að við viljum öll, ekki bara þessa fallegu hugmyndafræði skóla án aðgreiningar sem aldrei hefur verið fjármögnuð hugmyndafullu, heldur viljum við samfélag án aðgreiningar, þar sem við getum öll verið til. Píratar líta á geðheilbrigði sem eina grunnstoð samfélagsins og að hún snerti í raun og veru öllu sviði samfélagsins. Allt frá því hvernig búið að velferð barna á heimilum og í skólakerfinu,
yfir í það hvernig hugað er að jafnvægi á milli vinnu og heimilis hjá fullorðnum. Í mjög stuttu máli þá teljum við Píratar að stefnan okkar svari þessum 4 þáttum sem ADHD-samtökin spyrja í ákalli sínu til stjórnmálafólks og stjórnvalda að fullu. Þar segir til að mynda að geðheilbrigðiskerfið sé vanfjármagnað og það verði að gefa í. Þannig að ég get tekið undir með þeim sem hafa tekið til máls hér á undan mér. Við viljum tryggja að fjármagn nýtist vel með því að sjá til þess að í geðheilbrigðisþjónustu sé lögð áhersla á þessar forvarnir, fyrirbyggjandi aðgerðir og snemmtaka íhlutun. Og í því felst að niðurgreiða bæði sálfræðiþjónustu og viðurkenndar meðferðir, samtalsmeðferðir, lyfjameðferðir og hvers kyns úrræði. Sjúkratryggingar Íslands áætluðu að það myndi kosta ríkissjóð á bilinu tæpar 900 til 1800 milljónir árlega. Við teldum eðlilegt að byrja á 2 milljörðum. Og við teljum að þó að við þurfum að bíða 15 til 20 ár til þess að sjá árangurinn, vegna þess að við erum núna að fjármagna afleiðingar af þessari vanrækslu og þessum skorti á fjármögnun þessara kerfa. Aðgengið er lykilatriði þegar kemur að því að greina sálræna kvilla á fyrstu stigum og hér hefur verið talað að hlífa einstaklingum og fjölskyldum bæði frá óþarfa þjáningum og að tala tapaðan tíma, en líka að hlífa ríkissjóði við þessum kostnaði til framtíðar, þessum plástrum á afleiðingar vandans sem ekki er verið að ráðast á. Það er ekki síst vegna þess sem mikil áhersla er lögð á forvarnir, fyrirbyggjandi aðgerðir, að eyða biðlistum, snemmtæki íhlutun í geðheilbrigðisstefnu Pírata og niðurgreiðslu á öllum úrræðum. Að þetta verði hluti af grunn heilbrigðisþjónustu sem við eigum öll rétt á. Við segjum mjög skýrt í stefnu okkar að við viljum tryggja aðgengi allra, óháð búsetu. Og þá viljum við sérstaklega huga hópum sem falla á milli kerfa eða vantar mjög sérhæfða þjónustu, svo sem fólk með tvígreiningu, einhverfu, fólk sem glímir við miklar skerðingar. Og við undirströkum tvívegis í kosningastefnun okkar mikilvægi þess að nemendur á öllum skólastigum hafi aðgang að sálfræðiþjónustu. Og varðandi fræðslu kennara, ég er sammála því sem hefur komið hér fram, þetta er mikilvægt, en við komum kannski ekki beint inn á það í stefnun okkar, en við teljum líka að bráðaþjónusta við fólk sé sérhæfð og það þurfa að sinna henni. Það þýðir ekkert að vera að benda á almenna bráðaþjónustu sjúkrahúsa við þetta sérhæfðum afleiðingum geðheilbrigðis. Þannig að það þurfa að vera sérneyðarþjónusta fyrir geðheilbrigðismál. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég sé að hann er staðinn upp orðinn óþolinmóður. Bara frábært að vera með ykkur hérna í dag og takk fyrir mig. Eitt af vandamál okkar hér er knappur tími og enn á Sjálfstæðisflokkurinn eftir að segja hvernig hann vill leysa málin. Þannig að ég býð Vilhjálm Árnason úr Suðurkjördæmi og öðru sætinu fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vera hér síðastan. Gjörðu svo vel. Komið öll sæl og blessuð, gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. Eins og Hrannar kom inn á, heiti ég Vilhjálmur Árnason og er þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi og sit í velferðarnefnd Alþingis og sat einnig í barnanefndinni sem var þverpólitísk nefnd sem félags- og barnamálaráðherra skipaði til þess að fjalla um málefni barna. En svo vil ég líka geta þess að ég er svo heppinn að vera faðir drengs sem greindi mér ADHD og svo er annar að fara að leggja af stað í ferlið. Og það hefur kennt mér svo margt og ég tengi, og það var góð reynsla þessi að vera uppalandi og takast á þetta allt saman í þessari barnanefnd og vera búin að vera í velferðarnefndinni í þennan tíma til þess að læra þetta allt saman. Og ég held að við þurfum ekkert að vera kannski að dvelja of mikið við þetta, við erum öll sammála þessu. Ég gæti skrifa upp á allt sem Sanna sagði hér áðan. Þó þið trúið kannski ekki að sósíalistar og sjálfstæðismenn séu svona sammála, en við erum það í grunninn. Við viljum enga biðlista, við erum með þannig kerfi hér að heilbrigðisþjónusta greidd af hinu opinbera,
en svo bara erum við alltaf að tala hitt, að það lausnirnar að þessum markmiðum, leiðirnar. Það kannski þar sem við erum á sikkurum staðnum, og það kom hérna inn á það áðan að Sjálfstæðisflokkurinn væri bara með fjármálaráðuneytið en ekki velferðarmálin. En það nefnilega ekki alveg rétt, sko. Við höfum verið með heilbrigðisráðuneytið og við þolum ekki biðlista og við höfum sýnt að þegar við erum með það, að þá hurfu biðlistarnir við aukna aðgerðum, biðlistarnir eftir heilsugæslunni og höfuðborgarsvæðinu hurfu og fleiri. Þannig við höfum sýnt það að það hægt að gera þetta. Og hvernig þá ætla ég að tala um. Þetta eru lausnirnar það að taka biðlistan í burtu þannig að fólki fái þjónustuna. Og það þá gert í grunni þannig að fjármagn fylgi notandanum. Þannig að það sé við sjálf sem að berum ábyrgð á okkur, að við vitum best okkar líf, hvað hrjáir okkar barn, og þannig að foreldrinu þarf svolítið að fá að taka ábyrgðina og hafa valfrelsi fjölskyldunar í fyrirrúmi að velja sína leið. Þegar við heyrðum hvernig Tryggvi fór yfir leiðirnar að greiningunni áðan, alveg leiðin upp að sálfræðingnum. Var ekki bara betra að sleppa þessari leið og nota peningin sem fór í hana bara beint í sálfræðiþjónustuna? Af því að þegar ég fór, ég allan að læriði það að skólinn var til þess að kenna börnum og uppfræða börn. Af hverju þarf ég að fá samþykki frá kennaranum að það sé eitthvað að barninu mínu og biðja kennarann að segja skólaskrifstofunni það? Og af hverju þarf ég að treysta á skólaskrifstofan sé með færan sálfræðing og félagsfræðing og kerfi til þess að greina barninu? Af hverju má ekki bara fara beint til teymisins sem sérþjálfað í greiningum, að því ég veit hvað mig grunar hvað að barninu, en ég bara að fara í teymið sem sérhæft og þekkir þetta og nota fjármagnið þar. Og það var það sem ég gerði. Ég fór ekki allt í kerfið. Skólinn trúði ekki að barnið mitt væri með röskun, af því að hann stóð sér svo frábærlega í skólanum. Herðu, skólaskrifstofan trúði ekki heldur. Þannig ég þurfti að fara sjálfur til barnalæknisins sem var hluta teymi til þess að fá greininguna. Þannig að ég vil, og Sjálfstæðisflokkurinn með þetta, að það valfrelsi fjölskyldunar, fjármagn fylgi notanda og innleiðum tæknilausnirnar. Nýtum þær. Að fara að kenna öllum skólum, hafa sálfræðinga á öllum heilsugæslum og inn á öllum skólum, leysir engan vanda. Ég á til dæmis núna, ef ég ekki verið hér við ykkur, hefði ég verið að opna kosningaskrifstofu Vestmannaeyjum. Hann heldur betur að fjalla aðgengi að þjónustu þar. Við erum með börnum all land sem að þurfa öll að fá jafngóða þjónustuna. Þannig við þurfum að nýta okkur tæknilausnirnar, við þurfum að nýta okkur allt þetta flotta fólk, sálfræðinga, félagsfræðinga, lækna og alla, sem með hugmyndir og leyfa þeim að koma með þjónustunum okkar, og þá verðum við að byggja kerfi svo að foreldrarnir geti leita beint þeirra. Búum til hlaðborðalausnum og tökum alla þessa sóun í öllum þessum greiningum og vera að flækja á skólanum svona inn í þetta og notum það í lausnirnar. Það lausnin sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir og langar að vinna áfram með ykkur. Takk fyrir að fá að vera inn í þetta. Já, kæra þakki fyrir þetta, fulltrúar flokkana. Því miður tíminn okkar bara búinn, þið voru samt öll innan marka, þannig að okkur gefst ekki neitt tími til umræðina hér. En ég vil samt segja í lokin að ég var mjög ánægður að heyra hvað ég held bara allir fulltrúar flokkana höfðu persónuleg tengsl og kynni af verkefnin sem við stöndum frammi fyrir. Þannig að þó geti greint á leiðir, þá treysti ég að við förum frá þessum fundi með þessi skýru markmið ADHD-samtakana í farteskinu og þið í ykkar flokkum, hvað sem þeim verið kjörin eða hvernig sem þeim komið út úr þessum kosningum, tryggið að á þeim verði fókus að loknum kosningum líka. Og þið getið gengið að því vísu að ADHD-samtökin munu verða með ykkur í liði í að gera Ísland að besta landi í heimi fyrir fólk með ADHD og þar með okkur öll. Þannig að kæra þakki fyrir komuna
og bara gangi okkur vel.